Lögreglan í Drammen í Noregi grunar mann að vera viðriðin brunan sem þar kom upp á föstudag og eyðilagði yfir 100 íbúðir. Forsætisráðherra landsins segir aðstæður minna á stríðssvæði. Icelandair tapaði 4 milljörðum króna á öðrum ársfjórðungi þrátt fyrir auknar tekjur. Forstjóri fyrirtækisins segir hækkandi eldsneytisverð skýra niðurstöðuna að mestu leyti. Atvinnuvegaráðherra segir ekki koma til greina að fórna öryggi neytenda og stjórnanda með því að leyfa innflutning á ódýrum vinnuvélum sem ekki standast gæða og öryggiskröfur. Vinnueftirlitið sinni hlutverki sínu þegar það banni slíkt. Fjármagn skortir til þess að halda áfram með heimskautsgerðið á Melrakkaási norðvestan við Raufarhöfn. Listaverkið laðar að tugþúsundir ferðamanna ár hvert. Skátar frá Hong Kong, Ástralíu og Katar eru á meðal þeirra 1000 sem taka þátt í landsmóti á Akureyri. Þeir leystu þrautir og léku sér í blíðviðri í dag. Við vorum í svona drullubolta, það er bara svona fótbolta í drullunni. Ef það sést ekki. Já. Komið sæl. Einn maður með stöðu grunaðs vegna eldanna sem komu upp í Drammen í Noregi fyrir helgi. Lögregla segist þó ekki hafa sannanir fyrir saknæmu athæfi. Á annað 100 íbúðir eru taldar gjörónýtar. Lögregla hefur síðustu sólarhringa unnið sleitulaust af rannsókn á eldunum sem spruttu upp í Drammen síðdegis á föstudag, fyrst í 5 hæða íbúðarhúsi. Í dag var svo tilkynnt að einn maður lægi undir grunn. Foreløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør. Det understrekes at selv om en person har status som mistenkt, så betyr ikke det at politiet har opplysninger om årsaken til hvordan brannen oppstod, eller at det har skjedd noe straffbart. Borgarstjóri Drammen staðfesti í dag að 116 íbúðarhús eru talin gjörónýt eftir brunan. 400 manns eru heimilislaus og sveitafélagið hýsir nú þetta fólk. Enginn lést í þessum eldsvoða eða slasaðist alvarlega. Rannsókn á upptökum eldsins í fullum gangi og fólk hefur verið beðið að halda sig fjarri. Litt kort om status, så har vi nå kontroll på brannen i boligfeltet og i skogområdet. Vi har kontinuerlig oversikt på områdene der oppe, både i boligfeltet der og også oppe i skogen med bistand fra Sivilforsvaret. Per nå så har vi tilstrekkelig med ressurser, og vi har også en egen lokal brannberedskap på stedet her som håndterer hvis det skal dukke opp enkelte steder med varme, men vi frykter ikke noe spredning av noe brann nå. Nei, det er helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det er den største brannen i moderne tid i Norge. Nå er jeg berørt av å ha møtt beboere her. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Er på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta er i live fortsatt. Må vi i katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det er jo nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brannvesenet sier, det ser ut som en krigszone. Og de har jo kjempet mot flammen som om du kjemper mot virkelig en fiende. Måtte gjøre taktiske vurderinger av hvordan de skal stoppe det. Flugfélagið Icelandair tapaði 4 milljörðum króna eftir skatta á öðrum ársfjórðungi. Framkvæmdastjóri Icelandair segir hækkandi eldsneytisverð. Forstjóri Icelandair segir hækkandi eldsneytisverð skýra niðurstöðuna en að horfur fyrir næstu mánuði séu góðar. Frá apríl og út júní tapaði Icelandair 4 milljörðum króna. Á sama tíma í fyrra hagnaðist félagið 1,7 milljarð. Það eru ytri þættir sem hafa áhrif, fyrst og fremst hækkun á eldsneytisverði sem var mjög mikil. Tekjumyndun mjög sterk og svona undirliggjandi rekstur betri á milli ára að við tökum eldsneytiskostnaðinn út fyrir svega. Farþegafjöldinn jókst 2% frá því í fyrra. Þá voru 2 íslensk flugfélög í rekstri. Félagið dró aðeins úr framboði vegna eldsneytisverð en Bogi segir sætanýtingu betri fyrir vikið. Hækkanir á fargjöldum út af hærra eldsneytisverði hafi ekki haft teljandi áhrif á eftirspurn. Bókunastaðin mjög sterk núna fyrir 3. ársfjórðung, mikil eftirspurn í kringum sólumyrkva núna í ágúst og
og útlitið bara heilt yfir fyrir þriðja ársfjórðung er gott. Félagið á í kjaraviðræðum við 3 lykilstéttir, flugmenn, flugvirkja og flugþjóna og flugfreyjur. Við verðum að semja með farsælum hætti sem að bæði tryggir samkynningshæfni félagsins en tryggir líka við munum áfram bjóða upp á eftirsótt störf hér hjá Icelandair. Þrátt fyrir tap undanfarna mánuði bendir Bogi á að lausafjárstaða félagsins sé rúmir 76 milljarðar. Tæpra 7 milljarða aukning frá sama tímabili í fyrra. Svo Icelandair sé vel í stakk búið til að takast á við áskoranir í rekstri. Við skiluðum ágætis hagnaði í fyrra en gerum ráð fyrir að hagnaðurinn á þriðja ársfjórðungi núna verði enn meiri þrátt fyrir talsvert hærra olíuverð. Nú Samgöngustofa hyggst kæra 2 flugmenn farþegaþotu Icelandair fyrir lágflug yfir Vestmannaeyjabæ og hafa mennirnir einnig verið sviptir flugréttindum tímabundið. Málið vakti mikla athygli þegar það átti sér stað 11. apríl. Flugstjórinn sem var að fljúga sitt síðasta flug áður en hann settist í helgan stein fékk leyfi frá Avians til að breyta flugleið og flaug 100 metra fyrir ofan bæinn. Lágflugið var án leyfis Icelandair. Flugstjórinn var sviptur flugréttindum í 2 ár. Flugmaðurinn sem flaug vélinni með honum var sviptur réttindum í 1 ár og hefur verið í leyfi frá því að málið kom upp. Innflutningur á ódýrum vinnuvélum sem standast ekki kröfur vinnueftirlitsins má aldrei vera á kostnað öryggis. Það er alveg á hreinu, segir atvinnuvegaráðherra. Vinnueftirlitið sé að sinna hlutverki sínu þegar það bannar innflutning á slíkum vélum. Vinnueftirlitið hefur upp á síðkastið stöðvað innflutning á vinnuvélum og tækjum frá löndum utan Evrópska efnahagssvæðisins því þau hafa ekki staðist öryggiskröfur. Kaupendur hafa því margir setið eftir með sárt ennið og ein kæra hefur þegar borist félags- og húsnæðismálaráðuneyti vegna ákvarðana vinnueftirlitsins. Hópur manna segist hafa orðið fyrir fjárhagstjóni vegna afskiptana. Ég sé ekki betur en þarna sé bara vinnueftirlitið að sinna sínu hlutverki, þar að segja að tryggja að vinnuvélar sem fluttar eru til landsins til notkunar uppfylli evrópska kröfur gæði og öryggi. Þetta eru auðvitað gríðarlega mikilvægt mál, þetta eru stór og þung tæki og þau þurfa auðvitað að vera örugg. Framkom í máli forstjóra vinnueftirlitsins í síðustu viku að frá nóvember hafi 350 mál komið upp þar sem óskað var eftir frekari gögnum. Af þeim voru 40 skoðunánar og 17 þeirra voru bönnuð í markaðssetningu. Þannig að ég myndi nú segja að fréttin væri annars vegar svo að innflutningurinn er alla jafn í lagi og síðan að vinnueftirlitið er að sinna hlutverki sínu til að tryggja öryggi notenda þessara tækja. Þessi 17 mál tengdust innflutningi á fjöldavinnuvéla sem flesta voru keyptar á sölutorginu AliExpress. Hérlendis getur 2 tonna CE merkt beltagrafa kosta allt frá tæpum 5 milljónum með virðisaukaskatti en á AliExpress má sjá vinnuvélar og landbúnaðartæki auglýst á broti af því verði. Flestir kaupi þó vélarnar í góðri trú. Ég skil og veit auðvitað að fyrirtæki leita allra leiða til að hagræða í rekstri og kaupa inn ódýrt. Það má aldrei vera á kostnað öryggis. Það liggur bara fyrir og Evrópusambandið er nú kannski síðasta brjóstvörnin sem stendur uppi til að gæta þessa öryggis neytenda en í þessu tilfelli stjórnenda líka. Við höfum þessa samevrópsku öryggiskröfur og það þarf einfaldlega að uppfylla þær. Það er hlutverk vinnueftirlitsins að tryggja svo sé og síðan verður máli bara að fara sinn gang. Héraðsdómur Reykjanes vísaði í dag máli saksóknara gegn lækninum Skúla Tómasi Gunnlaugssyni frá dómi. Skúli Tómas var ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn vegna andláts konu sem lést á heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2019. Hann var sviptur lækningaleyfi 2021 og fékk það aftur 2024. Að mati héraðsdóms hafði Skúla þegar verið refsað við sviptingu leyfisins. Hann hefur ávallt hafnað því að hafa gerst brotlegur við lög. Ekki liggur fyrir hvort málinu verði áfrýjað. Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, lét að verða eitt af sínum fyrstu verkum að lækka skatta og rafmagn til almenningsnota eftir að hann tók við embætti af Keir Starmer í gær. Ríkisstjórn Burnhams kom saman í fyrsta skipti í morgun í Downingstræti 10 þar sem nýji forsætisráðherra lagði línurnar, sagði meðal annars að lækkun framfærslukostnaðar yrði eitt af aðalverkefnum nýrra stjórnvalda. Burnham hefur átt samtöl við aðra þjóðarleiðtoga, það fyrsta við Donald Trump, Bandaríkjaforseta, sem lýsti yfir ánægju sinni með Burnham. Breskir fjölmiðlar segja að nýji forsætisráðherrann hafi boðið Trump í heimsókn til Manchester, þar sem Burnham var borgarstjóri. Forseti Íslands undirbýr samtal þjóðar leitt af ungu fólki í október þegar 40 ár verða frá leiðtogafundinum í Höfða. Hún segir að þjóðin verða að vakna, líta upp úr samfélagsmiðlum og skoða hvað eigi að koma í staðinn. Það sé ekki nóg að setja reglur og vegrið.
Samfélagsmiðlanotkun var eitt af því sem fjallað var á heimsþingi gervigreind til góðs sem haldið var á dögunum í Genf í Sviss. Forseti Íslands tók þátt í stofnun alþjóðlegra ráðgjafanefndar á þinginu. Í mörgum löndum hafa verið sett boð og bönn samfélagsmiðlanotkun ungs fólks og nú eru frumvarpsdrög í samráðsgáttinni hér að banna börnum yngri en 15 ára að nota samfélagsmiðla. Forsetinn hefur talað fyrir því að samfélagið setji sér einhvers konar vegrið eða skjólbelti, sérstaklega til að vernda börn og ungmenni. Ég fagna þessari umræðu og ég fagna öllu sem að gefur okkur smá pásu, smá frið frá þessu athygli samfélagi sem ég tel að hafi rænt okkur ró og okkar mikilvægustu tengslum. En ég held sem forseti að það sé ekki nóg að við tölum hvað þarf að takmarka eða taka í burt eða reglusetja fyrir. Heldur þurfum að segja hvað kemur í staðinn. Þar kallar forsetinn eftir umbreytingu í menntakerfinu með því að styðja kennara og skóla til þess að búa til tengslað nýju hjá ungu fólki. Æfa þurfi að nýju tengslin við hvert annað og samtalið. Allt þetta ég núna að vinna með mörgu ungu fólki og hreyfingum í landinu að undirbúa samtal þjóðarinnar sem mun eiga sér stað í október þegar við minnumst samtal sem hafði mikil áhrif á ef við ekki að segja þróun heimsmála á þeim tíma fyrir 40 árum þegar þjóðhöfðingjar stórveldana hittust hér og áttu samtal. Samtalið í október eigi unga fólkið að leiða og fjalla þær áskoranir sem fylgi samfélagsmiðlum og gervigreind. Ég held við þurfum að vakna, við þurfum að tala saman og við þurfum að setja okkur sýn og einhvers konar staðla og viðmið sem tryggja að ógnirnar ber okkur ekki yfirliði en tækifærin fá að fara í hendur sem flestra. 3 herskip á vegum spænska sjóhersins eru við Íslandsstrendur. Skipin eru á vegum Atlantshafsbandalagsins sem hluti af nýju eftirlitsverkefni NATO á Norður-Atlantshafi, CTF Atlantic. Verkefnið snýst að verja mikilvæga innviði á borð við sæstrengi, orkumannvirki og helstu siglingaleiðir milli Evrópu og Norður-Ameríku. Spát tók nýverið við forystu þess. We are improving our cooperation just because we feel that the threat is bigger than some years ago and that we need to improve our strength. And one way to do that is to get together, to cooperate together. I mean, we all know that Russia in the area is spreading with the dark fleet or grey fleet, as you want to call them, and this is suspicious activity all around. Það þarf að fylgjast með ferðum Rússa, það þarf að tryggja öryggi hér á Norður-Atlantshafinu og það það sem NATO ætlar sér að gera. Do you think that measures like these could escalate tension? Not at all. I mean, just improving maritime security contributes to the deterrence and defense, and this is the first step in order to avoid escalation. And this is mainly where we are focused in CTF Atlantic, just to provide the solid deterrence and comprehensive defense of the area in order to our opponents just to do not escalate the situation. Samherji hefur stofnað sjóð gegn fíknivanda og hyggst leggja til 20 milljónir á næstu 5 árin. Sjóðurinn ber heitið Samheldni og fyrirtækið skorar á atvinnulífið að leggja verkefninu lið. Það bara nauðsynlegt að byggja upp meiri capacity, meiri getu í kerfinu til að veita fólki þá meðferð sem það þarf og það rauninu hvatinn að þessu. Í dag kynnti Samherji nýjan átakssjóð gegn fíknivanda. Markmið sjóðsins að safna 300 milljónum króna með samhentu átaki fyrirtækja og einstaklinga í atvinnulífinu. Fjármununum verður úthlutað til 3 verkefna, stuðnings við fjölskyldur og ungmenni hjá SÁÁ, uppbyggingar smáhýsa fyrir sjálfstæða búsetu hjá Hlaðgerðarkoti og byggingar nýrrar álmu við meðferðarheimilið í Krýsuvík. Baldvin bjartsýnn á að ná að safna 300 milljónum. Já, ég verð bara að vera það. Þetta málefni snerti marga og þau samtöl sem við mátt hingað til hafa verið jákvæð og ég held að öllum þessum hópi við göngum bara auðmjúkt til þessa verkefnis. Formaður SÁÁ segir gríðarleg tækifæri fólgin í þessum stuðning sjóðsins. Yfirleitt hefur það verið þannig að við höfum verið svona að safna en þarna í rauninu bara komið til okkar að fyrrabragði og það skemmtilegt. Þetta sem þjónusta til aðstandenda fyrir utan samning við Sjúkratryggingar Íslands þannig að við þurfum alltaf að halda áfram að safna og þarna við fá bara gífurlega mikil stuðning. Þetta bara
þetta gleðilegt og bara gleðilegt fyrir okkur og gleðilegt fyrir Krýsuvík og Hlaðgerðarkot líka. Hátt í 1000 farþegar eru í skemmtiferðaskipinu Seven Seas Grandeur sem kom til Grundarfjarðar í morgun. Koma skemmtiferðaskipa hefur haft jákvæð áhrif á bæjarlífið að mati heimamanna. Þetta vígalega skemmtiferðaskip eitt af fjölmörgum sem heimsækir Grundarfjörð í sumar. Það lagði að bryggju eldsnemma í morgun og verður hér fram á kvöld og óhætt að segja að farþegar seti svip sinn á bæinn. Það skiptir töluvert miklu máli að fá þessi skemmtiferðaskipin og þá sérstaklega fyrir verslunarþjónustu, fyrir veitingastæðina og kaffihúsin og matavagnana og þau sem að gera út á þjónustu við bæði farþega og íbúa og svo líka fyrir ferðaþjónustu fyrirtækin sem að þetta eru stóri dagar fyrir ferðaþjónustu fyrirtækin í bænum þegar skipin koma. Hvað getið þið tekið á móti mörgum skipum? Við höfum tekið 3 á dag. Annarkot 2 lítil uppað og 1 út á krók og síðan höfum við líka verið með skip uppað og 2 á krók. Hvað finnst þér öll skemmtiferðaskipin sem að leggja hér að bryggju? Mér finnst það mjög spennandi, mikið líf í bænum þegar þau koma. Þannig að mér finnst það æðislegt. Finnst þér þetta hafa jákvæð áhrif á bæinn? Þetta gerir það. Það er fullt af stöðum í kringum þetta, mættu vera fleiri. Við erum Snæfellsnesi áfullt inni. Við erum bara jafnlangt frá Reykjavík og Vík í Mýrdal og ekkert Reynisfjall og við getum nýtt þetta miklu betur. Well, we got here early this morning and we decided to walk around the town and take some pictures. I understand this pyramid over here is one of the very famous ones, and so we took lots of pictures over there, and I stopped at the local coffee shop and had a very nice espresso there. Einn af 4 skúlptúrum komin á sinn stað í heimskautsgerðinni við Raufarhöfn. Fjármagn skortir til að halda áfram með verkið en heimamenn eru ekki að stressa sig á því. Byrjað var að byggja heimskautsgerðið á Melrakkaási norðvestan við Raufarhöfn árið 2004. Gerðið listaverk sem sækir innblástur í norræna goðafræði og stjörnufræði, gert úr steinsteypu. Verkefnið hefur að mestu verið fjármagnað af ríkinu, aðalega með styrkjum úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Skúlptúrinn Altari elds og vatns var settur upp í fyrra. Við kláruðum fyrsta skúlptúrinn sem fyrsti skúlptúr af 4 í miðjunni á heimskautsgerðinu í síðastlið haust. Þess að pólstjörnubendirinn, geislakór og hásætti sólar sem eftir að koma. Óvíst frekari fjármögnun eins og sakir standa. Talið að á annað 100 milljónir króna vanti til að ljúka verkinu og ekki ljóst hvenær framkvæmdir hefjast á nýjan leik. Heimskautsgerðið laðar 20.000 gesta til Raufarhafnar ár hvert. Það er ekkert stress, þetta búið að taka 20 ára að byggjast upp og heimskautsgerðið bara rosa flottur viðkomustaður í dag þó að það sé ekki alveg tilbúið. Við erum að fá einhvers staðar á bilinu 22 til 25.000 gesti á ári og það er ekkert stress, þetta byggt til þess að endast í 1000 ár og þetta bara kemur smátt og smátt. Verkefnið sækist auðvitað hægt þar sem hver skúlptúr mörg tonn. Hugmyndir stórtónleikundir berum himni eins og Kali og Hjalta á Þingvöllum hafa hvarflað að Raufarhafnarbúum enda hefur Skálmöld haldið útitónleika í gerðinu og hver veit hverjir verða næstir. Það var óbúrslega gaman, þetta var hrikalega skemmtilegt. Þegar að Skálmöld spilaði hérna hjá okkur, það mættu yfir 1600 manns og bara var, held ég, bara mikil lukka með það heilt yfir, fengum geggja veður og bara gekk allt upp. Allavega mín svona persónulega skoðun svo að þetta megi kannski ekki alveg verða árlegt, en þú veist, þegar að Metallica eða Rammstein eða einhver hringir þá hendum við okkur í gírinn. 1000 skátar víðsvegar áður heiminum eru staddir á Hömrum við Akureyri þar sem landsmót skáta fer fram. Sól samvera á skemmtun var í fyrirrúmi í dag. Margir komu langt að. Þáttakendur eru til að mynda frá Hong Kong, Ástralíu og Katar svo eitthvað sé nefnt. Þemað í ár eru norðurslóðir en Hamrar nyrsta skátamiðstöð í heimi. Það var ekki annað að sjá en að skátarnir hafi skemmt sér vel í blíðunni. Við vorum í svona drullubolta, það bara svona fótbolta í drullunni. Eða sérst ekki. Já. Fyrir þátttakendur okkar þá er þetta náttúrulega rosaleg áskorun fyrir marga og skátastarfið á náttúrulega að vera svona skemmtilegt, ögrandi starf. Þetta á að vera ævintýralegt og gefandi og þetta náttúrulega, skátahreyfingin líka bara á að vera mannbætandi.
Þannig eignast margir vini til lífstíðar á landsmótum, víða að úr heiminum. Yes, definitely. Hopefully we can see them again. I think once you get on, talk to people and create lasting friendships, and yeah, it's amazing, especially on a jamboree. Við kynntumst nokkrum úr Kanada og Hong Kong. Og já, það bara og Englandi, Ástralíu. Geggjað fólk. And we've just done lots of hikes around, and we've been to a glacier as well. I don't know the name of the glacier, but it's just the views are like spectacular everywhere. It's amazing. Og það var ýmislegt sem kom erlendu gestunum á óvart við Ísland. I noticed that Iceland's absolutely wonderful. I feel like it's kind of funny how developed this country is for being so far north. The bugs. There's lots of bugs, and it's very cool. Like in Australia, it's like very, very hot. Like very hot. What are you hoping to get out of this experience? Memories. I'm buying memories, so yeah, it's really expensive here, but I don't really care. Yeah. Og þá það sem allir að tala veðrið. Það sunnan og suðvestan átt á morgun, víða 8 til 13 metrar á sekúndu með rigningu, en úrkomu lítið austan til á landinu fram eftir degi. Það verður talsverð rigningu vestan til fyrripartinn og hiti, hann verður á bilinu 10 til 23 stig, hlýjast eins og oftast austanlands. En nánar veðrið að loknum íþróttum. Síðari undanúrslitaleikur Mjólkurbikars karla í fótbolta í kvöld. Fyrstu deildarslagur í vændum þegar Fylkir tekur á móti Aftureldingu. Keppt var í riffilskotfimi við góðar aðstæður á Snæfellsnesi helgina. 16. dagleið Tour de France var í dag. Belgíski Evenepoel saxar á forskot Pogačar. Loks lítum við yfir markaleiki í bestu deildum karla og kvenna. Íþróttir hér eftir andartak. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Lögreglan í Drammen í Noregi grunar mann að vera viðriðinn bruna sem þar kom upp á föstudag og eyðilagði yfir 100 íbúðir. Forsætisráðherra landsins segir aðstæður með ná stríðssvæði. Icelandair tapaði 4 milljörðum króna á öðrum ársfjórðungi þrátt fyrir auknar tekjur. Forstjóri fyrirtækisins segir hækkandi eldsneytisverð skýra niðurstöðuna að mestu leyti. Atvinnuvegaráðherra segir ekki koma til greina að fórna öryggi neytenda og stjórnenda með því að leyfa innflutning á ódýrum vinnuvélum sem ekki standast gæða og öryggiskröfur. Vinnueftirlitið sinnir hlutverki sínu þegar það banni slíkt. Fjármagn skortir til þess að halda áfram með heimskautsgerðið á Melrakkaási norðvestan við Raufarhöfn. Listaverkið laðar að 20.000 ferðamanna ár hvert. Skátar frá Hong Kong, Ástralíu og Katar eru á meðal þeirra 1000 sem taka þátt í landsmóti á Akureyri. Þeir leystu þrautir og léku sér í blíðviðrinu í dag. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatíma okkar hann er klukkan 10 í kvöld í útvarpinu og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna allan sólarhringinn inn á ruv.is. En við á fréttastofunni við ætlum að þakka ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi. Verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Svepparíkið, íslensk heimildaþáttaröð sveppi frá sjónarhorni vísinda, menningar, fagurfræði og sjálfbærni. Risarnir, Norðmenn stefna